Ja, Þröstur, árið 2016, er þetta besta árið á ferlinum hjá þér? Já, ég myndi segja það. Algjörlega mjög gott ár. Hvað stendur upp úr á þessu ári? Íslandsmeistaramótin. Virkilega gott að ná 10 Íslandsmeistaratitlum og já, bara mjög gaman. Fyrir þá sem kannski ekki þekkja nógu vel til í sundinu, hversu einstakt er það að ná 10 Íslandsmeistaratitlum? Það er stórt, það er mjög stórt. Já, í apríl var EM 50 og þá fekk ég bara 3. Þannig að ég fór núna í nóvember á EM 25 og náði 7 þar og prófaði ný sund og náði nokkur báðsundum með þar. Varstu að koma sjálfum þér á óvart að einhverju leyti? Já, kannski smá svona. Hvað gerðirðu í fyrra og svona, hvað gerðirðu til þess að ná þessum árangri í ár? Ertu búin að æfa alveg eins og skepna? Já, það þarf til að ná þessum árangri í sund. Og já, ég segi bara að reyna að hafa gaman að þessu alltaf og ég reyni það alltaf. Nú hvað tekur við 2017? Þú ert á leiðinni eitthvað út í nám ekki satt? Jú, í háskóla í ágúst. En fyrst verðum við að klára EM 50 heima og ná einhverju góðu þar. Og hvaða háskóla eru að tala? Er þetta sterkur sundskóli? Hann er að koma á mappið, en hann er ungur. Vel hamingju með árangurinn. Takk. Hvað stendur upp úr á árinu 2016 hjá þér? Ég held að það sé bara Norðurlandameistaramótið sem var í desember. Það var 3. sætið þar í 400 metra fjórssundi. Er eitthvað svona sem þú hefði viljað gera betur árið 2016? Ertu þokkalega sátt bara eða? Já, komið samt alveg tímar eins og ég var 2 brotum frá Íslandsmyndinni í 400 metra skriðsundi á EM 50. Það var pínu svekkjandi. Nú virðist þetta, með þessa niðurstöðu hérna í dag, þá virðist þetta að vera ár sundsins hérna í Reykjanesbæ. Hvað er að gerast hjá ykkur í IRB? Mér finnst það bara allt á uppleiði eftir að við fengum Steindór sem þjálfara. Þetta er bara allt á uppleið. Hvernig finnst þér sundíþróttin fá þá viðurkenningu kannski sem hann á skilið hérna í bænum? Veit fólk að því hvað þið eru að gera það gott? Já, mér finnst það alltaf að vera betra og betra allavega. Nú ert þú bara 17 ára held ég. Hvað sérðu svona fyrir þér framtíðin? Ætlarðu í háskóla í Bandaríkjunum eða eitthvað slíkt? Það er planið, þannig að ég klára FS eftir 1,5 ár og svo er bara að stefna út og gera sem best þar. Þannig að já, 2017 þá ertu svona langleiðina með að klára FS. Hvað ætlarðu að gera í sundlauginni árið 2017? Það bara kemur í ljós, ég ætla bara að gera mér besta og sjá hvað gerist. Engin markmið? Jó, það er bara... ég er bara með því hjá mér, skilur ég. Allt er góð. Til hamingju. Takk. Takk. Hamingju með sundkrakkana þína. Hvað er að gerast hérna hjá IRB árið 2016? Þrotlausar æfingar, ef ekki að bara hafa alveg á hreinu. Við erum duglega að æfa og leggjum okkur fram í því sem við gerum. Og það eru markmið í öllum vinnu sem við leggjum fram og krakkarnir standa sig gríðarlega vel. Það virðist alveg koma skjótu kollinum á hverju ári einhverju nýjar sundstjörnur hérna. Er unglingastarfið svona gríðarlega gott? Já, unglingastarfið hjá okkur er bara frábært og við leggjum okkur fram það að búa til góða einstaklinga, tæknilega og úttalslega og vöndum okkur við það starf og við erum með mjög góða yngri flokka þjálfara. Eða Þóri er búinn að vinna með mér hérna í mörg ár og svo erum við með fullt af öðru fólki sem er búið að vinna með mér í nokkur ár og stendur sig gríðarlega vel. Fyrir okkur sem þekkja kannski ekki alveg djúpt svona inn í sundið, hvaða árangur hafið verið að ná í ár? Ef þið setjuð í eitthvað samhengi, hversu gott ár er þetta hjá ykkur? Ég myndi segja að þetta væri besta árið sem IRB hefur skilað frá 2001 síðan sameining sunddeildanna varð og við hefum átt reyndar mjög góð ár 2007, 2008, þá áttum við frábær ár en þetta ár í ár er það besta. Við áttum til dæmis bikarmeistara karla og kvenna og sendum lið í aðra deild þar sem við áttum kvennalið sem var aðra deildina líka. Við höfum verið fremst í flokki hvað varðar Íslandsmeistaratitla á öllum mótum og ég tel að við höfum slegið met á EM 25 núna í nóvember í fjölda titla. Ég held að ekkert annað lið á Íslandi hafi unnið svo marga titla á einu móti og ég gat minnst að ekki fundið það í sögubókunum, þannig að ég held við séum að bara uppskera eins og við sáum. Nú horfir fólk kannski til þessara stóru móta, það er HM og Ólympíuleikarnir og annað og þar kannski höfum við ekki átt fólk í eitthvað tíma. Þessi krakkar eru ungir, sumir hverjir hætta kannski snemma og svona. Sérðu fram á sem að fara að skila afreksmönnum upp á hæsta stig?
Já, ég sé svo sannarlega fram á það og við áttum ekki sundbann á Ólympíuleikum núna. Við höfum átt sundbann á Ólympíuleikum nánast síðan sundbann á Reykjanesbæ síðan 88 ef ég minni rétt. Ég held að það hafi ekki verið slegið feilpúst síðan þá nema núna 2016. Við áttum síðast sundbann á Ólympíuleikum 2012 en við stefnum að því að koma því í réttan farveg og eiga sundbann á næstu Ólympíuleikum 2020 í Tókjó.